Nú missir Macbeth smám saman stjórn á sér. Hann grunar alla svik og viss að Macduff sitji að svikráðum því hann hafði neitað að koma til veislunar. Hann treystir engum og ákveður að fara að finna nornirnar og fá það á hreint hvað sé í vændum. Macbeth finnur þær við nornapottin og reynir að tala við þær. Þær svara engu í fyrstu en hann sér ýmislegt í pottinum. Fyrst af öllu hjálmklæddan haus sem hrópar: Ó Macbeth, varast skaltu Macduff þján á fífi. Þá kemur alblóðugt barn sem segir að Macbeth þurfi ekkert að óttast. Sá maður sé ekki af konu fæddur sem geti unnið honum mein. Loks kemur barn með kórónu sem segir honum að óttast ekki þótt hann eignist óvini. Macbeth geti ekki tapað fyrr en Bjarnholtsskógur leggi leið sína til hallarans í Dunheimum. Macbeth léttir mjög því hann á bágt með að ímynda sér barn sem ekki fætt af konu eða skóg sem leggur í ferðalög. En hann áttar sig ekki á hvers vegna synir Bankos ættu þá að verða kóngar og af hverju hann skyldi gæta sín á Macduff. Hann heimtar skýrari svör af nornunum. Þá spretta fram margir kóngar og við hlið þeirra Banko glottandi og bendir á að þetta séu sýnir niðjar. Skyndilega hverfur allt nornirnar líka. Macbeth ákveður að héðan í frá mun hann fara fram af fullkominni hörku gegn öllum óvinum sínum. Macbeth verður ægilegur harðstjóri og enginn óhultur. Margir flýja burt frá Skotlandi þeirra á meðal Macduff sem farinn þegar Macbeth kemur loksins til að drepa hann. Í millitíðinni hafði annar þjáll komið í kastalann og beðið lafði Macduff að forða sér, en hún sagðist ekki hafa gert neinum neitt og ætlaði ekki að fara. Macbeth verður svo reiður yfir því að Macduff sé sloppinn að hann lætur drepa alla í kastalanum, líka lafði Macduff og börnin hennar.